Góðan dag og velkomin í morgunþátt miðjunnar. Gestur okkar í dag Sandra B. Frank sem formaður Sjúkraliðafélags Íslands. Það nóg að taka í samtali við Söndru, það kemur á til betur ljós hér eftir, en ég ætla fyrst að víkja að öðru. Að staða fjölmiðla, tekjur fjölmiðla hafa nánast hrunið. Við finnum það svo sem ekki háu söðla detta hér á miðjunni, en það munar allt og staðan að verða svakaleg. Það kannski lítið umleikis hér hjá mér, þannig að það kannski ekki mikil vá fyrir dyrum, en samt sem áður, þá staðan mjög alvarleg. Og ég heyrði að hlusta á Kastljós í gær, þar sem Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir var að tala við Ólaf Harðarson prófessor og þar kemur hún aðeins inn á stöðu fjölmiðla. Og hún sagði, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir sagði, hvort það kemur til greina að ríkið myndi styrkja fjölmiðla umfram það sem nú er. Ríkið styrkir bara einn fjölmiðil, bara Ríkisútvarpið. Styrkir enga aðra fjölmiðla, ólíkt því sem gerist í öllum nálægum löndum. Og þetta grafalvarlegt mál, þetta vont að hvernig fjölmiðlar hér þurfa að berjast eins og þau mögulega geta til að halda lífi. Og þetta kemur þetta niður á framleiðslu, niður á efnistökum og hvað hægt að gera. En ég ætla líka að nefna annað. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra. Hún berst fyrir því með hæl og hnakk að hér verði opnað fyrir heimsendingu á áfengi. Á sama tíma erum við að horfa upp á mjög alvarlegar afleiðingar heimilisofbeldi. Og ég ætla Áslaug Arna veit þetta alveg, samt leggur hún alla þessa áherslu á að áfengi verði sent heim til fólks. Hún skrifar í Fréttablaðið í dag grein heimilisofbeldi. Og ég ætla að lesa bara stuttan kafla úr grein Áslaugar Arnu Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráðherra. Ég óska eftir því við ríkislögreglustjóra aðgerðir til að bregðast við heimilisofbeldi verði sérstaklega teknar til umræðu á fundi lögregluráðs í þessari viku. Lögregluembættin verður öll að vera vakandi við þessari hættu og reiðubúin til að grípa til viðeigandi ráðstafana hvar sem á landinu. Hraða verður eftir því sem mögulegt viðbragðstíma lögreglu eftir að tilkynningu borist yfirvofandi eða yfirstandandi hættu eða ógn á heimili. Við vitum öll að áfengisneysla eykur hættuna á heimilisofbeldi. Á sama tíma og dómsmálaráðherrann skrifar að það verði að bregðast við og verjast heimilisofbeldi sem mest við getum, á sama tíma leggur hún sínum pólitíska feril að veði fyrir því að það verði opnað fyrir heimsendingu á áfengi. Þarna finnst mér nú ekki fara saman mynd og hljóð hjá ráðherranum. En nóg að mér í bili, gestur okkar þessu sinni Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands. Við bjóðum hana velkomna í þáttinn. Já, takk fyrir það. Já, sæl. Og það er mikið sem gengur á í heilbrigðiskerfinu núna og þínir félagsmenn var ekki varluta því. Maður byrja þegar að óska eftir því, við byrjum þar að verði greitt launauppbót vegna þeirra váar sem að þínir félagsmenn standa frammi fyrir alla daga. Já, það rétt hjá þér. Við erum búin að leggja fram beiðni til allra forstöðumanna heilbrigðisstofnana á landinu og leita leiða til þess að þeir sjúkraliðar sem að standa í framlínunni og verða vissulega fyrir barðinu á þessari vá með vinnuframlagi sínu að þeir njóti það í formi umbunar sem er heimilt að veita þegar að svona atburður og og það mæðir á þessari stétt náttúrulega ekkert síður en öðrum sem eru í þessari framlínu störfum að sinna veiku fólki og við höfum bara heimild í kjarasamningi sem að við viljum endilega nýta fyrir okkar stétt þannig að þeir fái þá allavega það metið af velleikum það sem þeir eru að leggja til. Hafið þið fengið svar? Nei, ég á nú ekki von á því að þetta gerist svo hratt að menn svari því svona alveg í fljótu bragði. Nei,
En bara bréfið hefur verið móttekið og svo þið að bíða og sjá hvað verður. Já, það er sko, menn eru nú duglegir að svara svona sendingum sem eru sendir. Það eru nú ekkert allir sem hafa staðfest móttöku, en ég veit að bréfið er farið og fólk hefur lesið það. Já, en eitthvað dæmi það að þínir félagsmenn hafi veikst vegna í vinnu sinna? Ekki svo ég viti, en hins vegar veit ég nokkuð tilfelli þar sem sjúkraliðar eru í sóttkví. Já, en það hlýtur að vera í svona fjölmennum hópi, svona fólki kannski, einhverjir hljóta hræddari en aðrir og óttast heilsu sína, sum sjúkraliðar eflaust með undirliggjandi sjúkdóma. Já, það er náttúrulega bara, fyrirgefðu, já. Já, en ég ætla að segja, það fólk kannski sem eru með undirliggjandi sjúkdóma, það er kannski ekki að vinna nálægt þeir sem eru veikir af COVID-19? Nei, ég held að fólk náttúrulega hafi nú dómgrind til þess að meta það sjálf hvar það vill vera í þessu umhverfi. Almennt eru sjúkraliðar hraustir og þeir þurfa að vera hraustir til þess að geta yfir höfuð bara unnið þetta starf. Og það er náttúrulega bara eins og það er. Þetta eru náttúrulega okkar félagsmenn bara skelkaðir yfir þessari stöðu en það eru ekkert allir sem eru að sinna endilega þeim sem eru veikir eða verða fyrir smiti eða slíkt. Það er náttúrulega mæðir á öllu heilbrigðiskerfinu því að við þurfum náttúrulega að standa vaktina með því fólki sem er fyrirliggjandi inn á deildunum og það er skelkað og aðstandendur, þannig að það er öðruvísi álag sem mæðir á stéttinni vegna þess að það þarf bara að sinna fólki með öðrum hætti og það eru allir bara í þessari stöðu að reyna að bregðast við. Finnst þér sjúkraliðar almennt njóta þess svona í umræðinni síns framlags til heilbrigðisþjónustunnar? Finnst þér að vera afskipti? Já, sko, já, mér finnst það og það er bara þannig að sjúkraliðastéttin hefur bara verið í skugga af öðrum fagstéttum sem að sinna heilbrigðisþjónustu því miður og það er ekki bara innan kerfisins, heilbrigðiskerfisins sem að þessi ósýnileiki er fyrir hendi, heldur líka svona bara meðal almennings. Ég held að fólk bara almennt átti sig ekki á því hvaða störfum sjúkraliðar sinna yfir höfuð. Þannig að það er bara svo staða sem að því miður bara er hjá okkar félagsmönnum og hefur verið langa hríð. Og þetta er bara hlutur sem að við þurfum náttúrulega bara að beita okkur betur fyrir og varpa ljósi á því að sjúkraliðar eru bara svo lykilstétt sem að heldur raun að veru uppi þeirri hjúkrunarþjónustu sem að þarf að veita á hverjum stað fyrir sig. Það eru sjúkraliðar sem að Ég ætla að segja kannski mikil snertingu við sjúklingana. Já, sko, þegar sjúkraliðar eru þeir sem að sinna þessari nærhjúkrun og eru í beinni tengingu við sjúklingin svona dagsdaglega og þar að leiðandi hefur hann miklu meiri svona tengingu og yfirsýn yfir svona daglega þróun líðan einstaklingana og við erum náttúrulega svo stétt sem að erum í allra mesta návígi við sjúklingin hverju sinni. Já, en það er sko í þessu þá er það að sko þau breytingarna nú er að tala fólk er ekki spennt fyrir að vinna vaktavinnu núna og gerði áður óttast það að verði erfiðar að fá fólk til að sinna störfum sjúkraliða að vaktavinnans sem sagt verði svona síður val fólks og þar á meðal sjúkraliða. Sko, við erum búin að hafa áhyggjur af þessu starfsumhverfi sjúkraliða í mörg ár og þetta er búið að vera gríðarlega krefjandi starf sem hefur leitt til þess að sjúkraliðar hafa í alla jafna unnið í hlutastarfi vegna þess að þeir hafa bara ekki haft þrek til þess að sinna 100% vaktavinnu. Og nú bara vannst sá áfangasigur í okkar kjarabaráttu að ná því að 80% vinnuframlag sjúkraliða á vöktum er metið sem 100% vinnuframlag. Og þarna erum við bara að nálgast með þessa sýn á því að gera starfsumhverfi sjúkraliða í vaktavinnu mun svona meira aðlaðandi fyrir þá sem að taka það að sér að vinna á vöktum. Og vonandi verður það til þess að fólk sjáu svona eitthvað meiri hvata til þess að fara inn í fagið og vinna í þessu vaktaumhverfi.
Þannig að Já. þetta hefur verið flótti frá úr stéttinni meðal annars vegna þess að vinnuumhverfi hefur verið mjög óaðlaðandi og starfskjörin náttúrulega ekki í samræmi við það erfiðleikastig sem að felst í því að vinna á vöktum. Já, þessi viðspyrna komið til með að duga, ertu að gera vonir það? Ég er að vonast til þess að það verður allavega til þess að það verður ekki meiri flótt úr stéttinni en verið hefur. Nei. En svo verður við bara að bíða að sjá hvernig þessu framvindur þegar að þetta er komið til framkvæmda, þá fer fólk að sjá það að það er viss svona hvati og meiri svona kjarabætur sem felast í því að taka þessar óvinsælu vaktir og vera í þessu vaktavinnu umhverfi, þannig að það á að vera svona sá hvati sem á að laða fólk inn í stéttina og við náttúrulega bara bindum vonir við það að það lukkist vel hjá okkur. En hvernig með endurnýjun í starfi við sjúkraliða? Vantar yngra fólk, er stéttin að eldast? Já, stéttin er sko yfir höfuð frekar svona fullorðin. Meðalaldur sjúkraliða stéttana eða sem eru að starfa hjá okkur eru 47 ára. Og það kemur líklegast til að tvennu, það er bæði vegna þess að sko starfið sem slíkt, það er þannig að það þarf ákveðin lífsþroska bara til þess að vera í þessu fagi og og það er ekki margir unglingar sem velja það að fara á sjúkraliðabraut 16 ára gamlir. Þannig að það er kannski líka svona ástæðan fyrir því að að stéttin sé svona fullorðin. En svo er annað í þessu líka að námið, það er mjög hagkvæmt, þetta er 3 ára framhaldsskólanám sem er svona pari við stúdentspróf, þetta er starfsnám sem er mikil sérhæfing og það eru margir sem fara þessa leið og taka sjúkraliða námið og svo fara þau annað og meira eða bæta við sig innan heilbrigðisvísindasviðs eða í öðrum fögum. Þannig að svona það bil helmingur þeirra sem að klára sjúkraliða námið og fá leyfisbréf hjá embætti landlæknis, þeir fara í annað. Hvort sem að það er nám eða önnur störf, þannig að brottfall úr stéttinni eða brottfall úr sjúkraliða starfinu sem slíku, það er 50%. Þannig að endurnýjun og svona endurnýjun sem að er fyrir hendi í menntakerfinu, það er alveg kannski má segja að sé að sinna þörfinni en svo bara fara sjúkraliðarnir í önnur störf, bara annar staðar. Og þannig að þeir festast ekkit endilega í faginu sem slíku. Þannig að endurnýjunin gengur hægar heldur en fjöldin þeirra sem að læra sjúkraliðar. Já, það skila sér ekki beinlínis í okkar stétt, en þeir kannski skila sér svo í aðra heilbrigðisstéttir. Það er fjölmargir sjúkraliðar sem fara svo áfram í hjúkrunarfræðináminu og eru þar. Þannig að það er svona, þannig að þetta er svona ferill sem að maður vill sjá alveg fyrir sér að gangi upp, en maður vill kannski sjá fyrir sér að fleiri stoppi lengur við í sjúkraliðastéttinni. En nú er verið að tala og koma fram í allri þeirri umræðu sem núna með heilbrigðismál að vantar milljónir heilbrigðisstarfsmanna út allan heim. Gengur sá sem mentar til sjúkraliða hér, gengur hann inn í störf í öðru löndum með sína menntun? Já, það er það gera það. Innan Evrópusambandsins þá hafa verið svona sambærilegar kröfur og það hefur verið lagt fyrir þingið einmitt frumvarp að samræma einmitt þessi leyfisbréf eða það sem að þarf til þess að viðkomandi geti gengið í þessu störf. Við höfum til dæmis verið að taka við erlendu vinnuafli inn í okkar stétt sem hafa lokið prófi í hjúkrunarfræði í sínu heimalandi en fá það ekki metið sem hjúkrunarfræðinám hér. Þannig að það er svona, það þarf einhvers konar leiðréttingu á einmitt kröfum til náms og samræma það einmitt innan allavega Evrópusambandsins. Þannig að það er svona, þetta er ekki alveg eins svona staðlað eins og maður hefði viljað sjá að væri hægt að færa fólk á milli landa. En sjúkraliðar hafa getað farið á Norðurlöndin og unnið þar með sín leyfisbréf og fengið viðurkenningu. En svo er þetta náttúrulega alltaf bara spurning tungumálakunnáttuna. Já, þá gerir svona meiri krafu tungumálakunnáttu í öðrum löndum heldur en ríkinu hérna heima. Já, við náttúrulega höfum kannski meiri færni á að tilengja okkur annað mál. Okkur er nokkuð kennt það í okkar skólum.
og höfum meiri færni til að tala bæði ensku og skandinavísku og það nú kannski helstu lönd sem að við erum að fara til en hins vegar eiga þessi lönd ekki sama eða auðvelt með að læra íslenskuna og við náttúrulega verðum að hafa tungumála á hreinu til að geta sinnt fólki. Þetta bara þannig. En varðandi málana núna, það COVID-19 og afleiðingar þess og þeir félagsmenn ykkar sem að vinna við þessar erfiðu aðstæður, hafa þau einhverja möguleika að hittast alla saman, deila reynslu sinni, væntanlega þetta mikið andið á það? Ertu að meina þá sjúkraliðarnir sem núna að vinna? Já, í það sem hættan mest og álagið mest. Ekki svo mér, sko, þau samskipti berast allavega ekki á skrifstofu félagsins. En vissulega náttúrulega bara hver vinnustaður sem heldur utan sína hópa og sín teymi og sína starfsmenn. Þetta náttúrulega þannig að þegar við erum að vinna saman og þá vinnum við náttúrulega saman í teymum og hver maður á sinn stað í teymi eða í sínum hóp. Þannig að þetta bara mjög mismunandi. Ég veit til dæmis eins og í heimahjúkrun að þá það þannig ef einn veikist í teyminu þá teymið farið. Þá það allir sem í því teymi, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, félagsliðar og aðrir starfsmenn sem koma að þeirri teymisvinnu. Þannig að þá verður bara nýr hópur að fara í þann stað. Þannig að þetta bara eins mismunandi eins og það hvernig vinnulagið á hverju stað fyrir sig. Og á þessum tíma núna, eins og staðan núna, þá eins og þú nefnir heimahjúkrun, nú hlýtur hún að hafa breyst líka, það ekki? Það svona strangara aðgengi eða hvað? Erfitt að sinna heimahjúkrun núna heldur en það hefur verið? Sko, ég talaði við svæðisstjóra heimahjúkrunar á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fyrir stuttu og þá sagði hún að starfsemin væri náttúrulega, það væri náttúrulega meira aðhald í öllu því sem að snýra smitvörnum og það hefði ekki á þeim tíma ekkert svona þannig breyst í svona íferð starfana sem slíku en við náttúrulega erum alltaf á varðbergi með alltaf smitgát og það sem að þarf að gera og sinna fólki, það náttúrulega bara fer eftir þörfunum, hvað hver og einn þarf á hverju sinni en svo þetta náttúrulega fljótt að breytast, það þarf nú ekki mikið til svo að fólk bara sett heim í sóttkví þannig að við erum öll bara að tipla á tánum og það bara einn dagur tekin fyrir í einu. En manngerðirna sem veljast í þessi störf, þetta hlýtur að vera fólk sem ekki bara að sækja þetta launum, þetta hlýtur að vera eitthvað hugsjón líka, því launin ekki það há. Sko, ég held að þetta snúist að tvennu. Ég held að þetta snúist að því að, vissulega fer það eftir því hvaða svona karakter hver og einn hefur í sínu upplægi. En öll erum við samt þannig að við þurfum náttúrulega að hafa borð fyrir báru. Við getum ekki bara verið í þessu af hverju góðmennsku að sinna fólki. Þannig að það auðvitað fer þetta, það ekki hver sem velst inn í svona starf. Það bara, það segir sig sjálf. Það ekki allir sem hafa það í sér. Þannig að það eitthvað sem bara hjá, bara í karakter hvers og eins, að finna sín svona feril í starfi. Og það bara eins og þeir sem að velja sér það að vera í inngreinum eða í bankastörfum eða hvaðina. En þetta náttúrulega svolítið svona persónulegur svona bara þangagangur í hverjum einum einstaklingi þegar hann velur sér það að vinna með fólki, hvort sem það í sjúkrarlega störfum eða hjúkrun eða lækni eða hvað eina. Sko. Þetta bara eitthvað svona sem að fólk bara með í sér og aðrir geta hugsað sér að vera við þessu störfum en aðrir geta það ekki. En auðvitað það þannig að Það er svo að sjúkrarlega þurfa að njóta verðleikum síns framlags í þessari hörðu baráttu sem við erum að heyja núna. Það náttúrulega bara lykilatriði að bæði vinnuveitendur meti vinnuframlagið að verðleikum og viti það og votti erfiðleikastigið með launaauka bara þannig að það sé bara endurgjaldi fyrir þetta starf sem að viðkomandi að vinna. Maður vill sjá það fyrir sér að það sé gert með þeim hætti. Ekki það að það náttúrulega alltaf gott að fá hrós og klappa á baki fyrir góð störf, en maður lifir náttúrulega ekkert á klappinu eða hrósinu, þannig að við viljum bara að fá okkar vinnuframlag meta að verðleikum bara eins og aðrir launþegar í þessu landi.
Já, en það sem sagt ég átti nú líka við svona út í samfélaginu að það skemmir svo sem ekkert að fá viðurkenningu fyrir störf sín en að Kastljósi beinist ekki meira að það meira af öðrum heldur en sjúkraliðum sem eru í þessari miklu nánd við það fólk sem veikt. Já, það er náttúrulega, við þurfum náttúrulega að auka sýnileika stéttarinnar, við vitum það og það er náttúrulega bara eitt af þeim verkefnum sem við bara stöndum frammi fyrir. En auðvitað erum við ekki þar að við séum ykkur í kapphlaupi sýnileika. Við þurfum náttúrulega bara erum þar að vinna vinnun okkar og viljum gera það vel. Við vitum sjálf hversu verðug við erum. En það er bara leitt hvernig umræðan svona á meðal fjölmiðla hefur oft beint sjónum sínum frekar að hjúkrunarfræðingum, heldur en sjúkraliðum. En þessar tvær stéttir vinna bara mjög náið saman og það er svona hálf hallærislegt að draga bara annan aðilann framar en hinn þegar að samvinnan er alveg tengd órjúfanlegum böndum í rauninni. Þannig að þetta er bara eitthvað svona gömul mýta sem maður þarf bara einhvern veginn að leiðrétta í allri þessari fjölmiðlaumræðu. Því að sjúkraliðar er ekkert minna, veist, hvað segir maður, svona, Já, þeirra hlutverk er mikilvægt ekki? Jú, það er ekki minna mikilvægt heldur en aðrar. Nei, það er bara, nema síður sé því að þessi stétt er náttúrulega bara svo sem að sinnir fólkinu og ef það væri ekki sjúkralegi, hver myndi þá gera það? Já, við höfum þetta sem lokaorðin Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélagsins. Takk kærlega fyrir þátttökunni í þættinum okkar í stöðum. Já, takk kærlega sömuleiðis, bara og eigðu góðan dag. Já, sömuleiðis takk fyrir það. Já, takk. Já, og ágætu áhorfendur, við verðum hér aftur í fyrramálið, þá var eitthvað nýr gestur á okkur, ég veit ekki hver, það kemur í ljós, en takk fyrir að vera með okkur. Sæla sinni.